gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið sæl, þá það reynsluboltarnir hérna við Rauðaborðið. Til mín að komin Þorsteinn Sæmundsson, Erna Bjarnadóttir og Guðmundur Þórnar Ragnarsson. Verið velkomin. Takk fyrir kærlega. Ykkur hafa nú verið saman hérna hjá mér áður. Við vorum hérna tveir. Í haust eða eitthvað. En förum við pólitíkina. Þið hérna, ykkur hafa svona allan að rætur eða verið nálægt Framsóknarflokknum og þau að fara að kjósa sér formann. Fylgist þið með því? Þeir baráttu? Já, maður náttúrulega hefur aðeins að hlusta, sko. Já. Ég svo sem ekki tengdu Framsóknarflokknum hefur svona, en ég svona, ég nú svona aðeins, mér finnst hún, Ingibjörg vera helviti svona bara... Já. Þú vilja kjósa hana? Já, frekar sko, heldur en kannski, ég veit að ég svona, ef ég ætti svona bara svara núna, 1 og 3 sko, þá ég held að svona, hún nokkuð sko, stjæleg sko. Finnst mér. Já, mér finnst eins og, Lilja sé að ná þessu. Já, ég segi nú svo Guðmundur, ég er ekki í Framsókn og hef ekki verið sko, en ég fylgist í með þessu og það skiptir þetta máli hverju eru forystu með stjórnmálaflokka, það skiptir okkur öll máli, hvaða flokkur sem það er. Ég hef ekkert sterka skoðun á því svo sem hver ætti það að vera, þetta sé báða mjög frambærilegar konur og líklega getur hvort sem þeirra leitt flokkinni til einhverja nýra svona áhrifa í samfélaginu. Já, en sú þeirra sem eru kjörin hefur verk að vinna. Heldur betur. Þorsteinn, þú varst í Framsókn. Já, ég... Ertu ennþá að? Nei, ég var þarna innmúraður og yður í mörg herrans ár og náttúrulega gammalt kaupfélagsstjóri líka, þannig að ég er bæði með rætur í samvinnuhreyfingunni og Framsóknarflokk sem er ekki það sama, nota bene. En sko, ég fylgst með þess að þó nokkrum áhuga og ég einhvern veginn hef það á tilfinningunni að þetta sé ekki alveg svona klift og skorið. Ég held alveg sama hvernig þessi kosning fer, þá verður hún til þess að skilja eftir einhverjar gjár í flokknum, ég er alveg sannfærður um það. Og ef við hins vegar horfum á sko, nú þekki ég Lilju mjög þokkalega vel, kannast aðeins við Ingibjörg og þetta eru báðar ágætar konur og fínar konur. En það sem ég sko myndi segja, þú veist, ef að Lilja til dæmis verður formaður flokksins, þá verður hún formaður stjórnmálaflokks og hún á ekki að sæta á Alþingi. Og það verður væntanlega svo í 3 ár nema stjórnin springi sem allt getur nú gert sko. En það þýðir það, ég held að það sé mjög erfið staða að vera í, bæði fyrir formál og flokk. Og Sigmundur Davíð byrjaði þannig, en ekki langan tíma svo sem. Nei, ekki langan tíma. En hann var, þegar hann kjörinn formaður, þá var hann utan þings. Já. Og svo finnst mér einhvern veginn, sko, ég sá fyrirsögn í morgun í einu vefmiðli sem sagði að menn séu að slást kjörbréf inn á þingið. Já. Og ég sagði við sjálf mig það hefur ekkert breyst þarna í 10 ár. Vegna þess að á sínum tíma, sko, þegar Sigmundur kosin út, þá voru alls konar meðul notuð varðandi kjörbréf. Já. Þannig að, eins og ég segi, kemur ekkert á óvart, en hefur ekkert breyst. Nei. En það er sama svo sem hvorið er að vinnur að býður heljarinn að verk. En að því að þetta heitir nú reynsluboltar og hérna er stundu fólk sem er komið svona út af vinnumarkaði fyrir aldursækir, þá hefur verið svolítið mikil umræðum hvort eigi að eftirlaun og örorkulaun eigi að fylgja lægstu launum. Ekki að loka bilinu sem er sko, heldur hér eftir þá takið að hlutast að sögum breytingum. Þetta er búin að vera mikil umræða á þinginu og sérstaklega ef hann var ekki athygli sem Jens Garðar Helgason var að formaður Sjálfstæðisflokksins. Alveg gallharður á móti þessu. En við sem erum komin í þessa skúfuna, er þetta ekki bara sanngjarnt? Já, sko, ég held að mín skoðun er svo að verða eftir svona búin að vera í þessu öllu saman að sko, og eftir því sem við erum að horfa svona meira og meira á þetta, þá er þetta náttúrulega bara orðið þannig að maður þarf eiginlega, þegar maður svarar svona spurningu varðandi allt þetta sem við erum að gera, hver er geta samfélagsins?
og það er eitthvað bara 100 sem við höfum til skiptana og þessi málaflokkur öryrkjarnir, ellilaunin og allt saman, þetta er alltaf að stækka og síðan verður bara að spyrja okkur að því svona, hvernig við ætlum að forgangsraða. Ég er alveg sammála því að auðvitað er þetta rosalega, við erum illa stödd með eldra fólki hjá okkur í dag, sérstaklega bara, sérstaklega konur sem eru kannski frá 60 og eitthvað og eru frá upp í 100 sem að voru heima á sínu tíma með börnin og ekki mikið réttindi, er að fá tiltölulega lítið út af Tryggingastofnun og þetta er svona alls konar óréttlæti. Síðan eru komið með einhverja 20 og eitthvað milljarði í fæðingarorlof skilurðu fyrir unga fólkið og það finnst öllum voðalega eðlilegt og bara skilurðu en við erum, ég held að við verðum að þegar við tökum þessu umræðu alla, það er eitthvað geta samfélagsins, hún er svona komin að þolmörkum bæði hér og öllri Vestur-Evrópu með öll þessi kerfi okkar og þá verðum við kannski bara að spyrja okkur svona miklu frekar hvar viljum við láta peningana lenda. Ég held til dæmis svona miðað við sem að sér til dæmis sem er eldra fólkið og þetta fólk að í Noregi, það eru ýmis svona fríðindi sem fólk fær í skattum og öðru, að því að það er bara hort á það, þetta er fólki sem er að skila af sér verðmætu samfélagi og er búin að leggja sitt af mörkum og á kannski eitthvað inni, hér eftir eru við bara að skattpína þennan hóp alveg undir drep, svo bara törum íslensku. Skertur í Já, bara hægri vinstri bara eins og hægt er, háborna skammar, en auðvitað þarf að tryggja fólki hérna ákveðin framfærslu, en ég held að það sé ekki gáfulegt að fara að tengja þetta svona sko. Að því að þetta er orðið svona ákveðin þetta verður tekið af að næstu ríkisstjórn þegar þarf að fara í fjárlögin og allt er í mínusi, við þekkjum það allt saman. Þannig að þetta er svona bara stundagaman, ég hef ekki mikla áhyggjur af þessu. Næsta ríkisstjórn sem ætlar að vera með að loka fjárlögunum hallalausum, hún tekur þetta af þessu skot sko. Þetta er bara, þannig að ég er ekkert að velta mikið upp úr þessu. En einhverja lágmark framfærslu þarf að tryggja þeim sem lægst eru settir og við verðum að bera virðingu fyrir því. Þannig að þetta er svona mín skoðun á þessu, að því að þetta er alltaf sama spurningin um þetta. Ég meina þetta núna er bara sá hluti sem er undir 400.000. Já. Þannig að þetta er ekki svo margt, þetta er búið að mála svolítið skrattan og ekki líka. Já, þetta kostar samt sitt. Þetta kostar sitt, ég er eiginlega mjög sammála þessu sem Guðmundur er að segja þetta, sko. Við höfum eitthvað ekstra í skiptana og það er ótrúlegt og ótrúverðugt að einhver 5 milljarða útgjaldaauki sé að fullu fjármagnaður í hallarekstri á ríkissjóði eins og við erum að horfa á hann núna. Það er bara, það er eitthvað sem getur ekki staðist og við erum ef við berum okkur saman önnur lönd, nú hef ég ekki prósenturnar í stærðagráðunum og þessu í hlutfalli við eitthvað annað hvað útgjöldin eru nú þegar og svo framvegis, en þessi málaflokkur til dæmis í Frakklandi er að keyra ríkissjóð þar í kaf og þess vegna minnstakosti ættum við nú að reyna að læra af því hvernig þetta er að fara hjá öðrum. Síðan er það annað náttúrulega samspil almannatrygginga og lífeyrissjóðakerfisins og breytingar sem hafa verið gerðar þar til dæmis er að ganga á rétt þeirra sem hafa greitt og enda þar á ellilífeyri og öryrkjar eru að vera gerðir betur settur og kostnað þeirra sem hafa unnið hörðum höndum alla ævi. Þannig að þetta er svona pínu populísk aðgerð verð ég að segja og ég sé að sestunautum minn kinkar kolli sem að er nú kann á verkefnishreyfingun aftur og baka áfram. Já, en það er líka ég ætla ekki að hafa neina skoðun á þessu. Nei, þú byrjum okkar skoðun allavega. Ég er að leta það. Ég ætla nú að nálgast þetta sem pólitíkus. Það var þannig að ég satt í nefnd sem skilaði af sig 2016. Sem sagt kjör ellilífeyrisþega og öryrkja. Og Pétur Eidin Blöndal, hann stjórnaði þessari nefnd til að byrja með og reyndar ein mesta gæfa í lífinu að hafa kynnst honum og geta unnið með honum þannig. Og tókst þú við nefndinu? Já, þegar Pétur veiktist og er rétt undir lokin. Hann barðist nú eins og ljón, blessaður kallinn minn. En þar fór þetta þannig að ellilífeyrisþegar voru með okkur, eins og maður segir innan gæsalappa, í niðurstöðunni á nefndinni. Öryrkjarnir ekki. Þeir vildi ekki fara í starfsgetumat og svo framvegis. En merkilegt nokk að samkomulagið sem náðust við þá núna hvað í fyrra held ég, er í raun og veru þess að við
lögðum til 2016. Allt í lagi. Já, líka mannabreitingir hjá þeim. Jú, sjálfsögðu. En sko, það er 20 í þessu sem að ég velti aðeins fyrir mér. Sko, það er nýbúið að setja fram sem sagt reglur sem sagt örorku launatöku í lífeyrissjóðum og örorka er orðin mikil byrði í lífeyrissjóðum, þú veist, ekki bara hér í gamla daga var þetta eins og þú náttúrulega þekkir, gamall sjóari, menn voru að missa því miður fót og hönd og eitthvað svona og urðu sko fyrir lífstíð sem sagt án þess að geta unnið. Nú er örorkan eins og maður segir miklu lúmskari, hún er í kulnun og hinn og þessu og að vísu hef ég alltaf sagt frá bara degi eitt sko, að sá sem lendir í geðránum vandamálum, kulnur og svo framvegis og ég ger ekki lítið úr því nema síður sig, en þú græðir ekki endilega hönd á mann þegar það sé búið að gera það núna, en þú átt að geta endurhæft þann sem lendir í erfiðri kulnun og einhverju slíku, en svo við gerum nú ekki mjög langt mál úr þessu, þá er þetta farið að sliga lífeyrissjóðina að dátuleiti og það er farið að koma niður á lífeyrinu sem greiddur er til þeirra sem hafa safnað í hann alla ævi. Og eitt í viðbót að það er búið að segja það, nú er ég ekki búin að kafa alveg djúpt ofan í þetta, en það er búið að segja það núna að þessi ráðstöfun komi til með að bitna á þeim sem eru ekki að taka lífeyri í gegnum Tryggingastofnun ríkisins. Og þá segja menn, já, ykkur er ekki vorkunn, eða þeim sem þarna eru, því að menn hafa það góðan lífeyri. Engan síður, þá held ég að þetta sé staðreynd. Og það vill þannig til að ég tók eftir því bara núna dagina því ég er að taka lífeyri úr tveimur lífeyrissjóðum sem eru tryggðir með neysluvísitölu. Og það lækkuðu greiðsluna til mín í síðasta mánuði. Og ég fór að hringi í lífeyrissjóðin sem með hávaðan af þessum greiðslum og spurði af hverju. Og það er svo skrítið að ég fekk lítil svör. En í þeim sama sjóði er ég með lán sem er bundið neysluvísitölu, það hækkaði. Þú veist, þannig að það sem menn eru að segja núna er sem sagt þetta. Og ég ætla ekki að taka það frá fólki sem hefur ekki neitt, að það þurfi ekki að fá bót sína mála og við lögðum það til á sínu tíma eftir 2016 þegar búið var að koma á skuldaleiðréttingunni, búið að innheimta hjá slitabúunum, að þá var Sigmundur búin að segja við munum bæta eldri borgurum, eins og maður segir, í næsta trukki. Því miður þá höfum við bara ekki komið stað til þess að geta sýnt fram á það. En það sé bara, svo ég bara ljúki þessu, þegar tveir afburða hagfræðingar, Gylfi Zoëga og Axel Hall, vara mjög eindregið við þessu, með mjög sterkum orðum sem þeir nota yfirleitt ekki, þá verði ég hugsi, ég skal bara alveg viðurkenna það. En það er náttúrulega alveg rétt sem þú ert að segja, svo er þetta náttúrulega alltaf saman showbusinesses, það er eins og með þetta frumvarp sem var svo keyrt í gegn, sem Guðmundur Ingi byrjaði með að þetta öryrkjafrumvarp kostaði eitthvað 18 milljarða, því var fresta þarna fyrst át af því að það var ekki til bara peningar í fjárlögum, en síðan er þetta alltaf sama, sko, til þess að fjármagna þetta hjá Hróahetti sem stígur fram, þá er það eins og venjulega, það er alltaf verið að taka, það er ekki verið að bæta einhverjum peningum í, það er þá bara verið að taka það einhverjum öðrum, eins og þetta að örorkuframlagið sem að náðist í gegn 2006 inn í lífeyrissjóðina til að jafna örorkubyrðin á milli sjóða, það verið að taka hana af, þar átt að koma 11 milljarðar, þannig að það er alltaf, það er ekkert verið að gera eitthvað gott þannig séð, öðruvísi eins og venjulega. Þú ert að tala um lífeyrissjóðum sem er verst fara út úr örorkunni. Já, sko þessi lífeyrissjóðum það er verið að taka af, sko, þetta er nákvæmlega saman búin að horfa hjá í pólitíkinni, menn koma með breytingar á einhverjum lyfjum eða sjúkratryggingum og annað og það er alltaf, þú veist, það er ekkert verið að bæta í, það er bara verið að taka veinum til að láta annan hafa, skilur. Já, sko eins og í þessu tilfelli með þessa lífeyrissjóðu sem að sko nótabenni eru lífeyrissjóður þar sem er líkamleg vinna sem að örorkubyrðin er þyngst, þú má hafa það á hreinu. Að þar er þetta framlag minka sem Guðmundur að tala um hérna til þess að setja annar staðar og hvað gerist þá? Þeir sem eru að fara á eftirlaun eiga að bæta öryrkjánum það upp innan sjóðana og þessi sjóður er ekkert tryggður með neitt í neysluvísitölu, þeir eiga bara ákveðin pening og réttindin í þeim fylgja því hvað mikið er til og síðan hver meðalaldur er og örorkutíðinu og allt það verður ekki til neini peningar upp úr engu þar. Já, þetta sé gert á þess að spyrja þá, sko. Já, og sko verkalýs og
til dæmis samtök atvinnurekenda hafa tekið þetta mál upp á hverjum fundinum og fætur öðrum hjá lífeyrissjóði, því ég er í fulltrúar á því, ég hef heyrt þessar umræður Ég var þar. nú stjórnan, og þegar þetta var sett á alveg, þá var þetta 4,5% sem komu ofan á lífeyrin úr gildi, nú er þetta komin í 2,5% og það átt að taka þetta af núna, því var reyndar fresta þarna, þannig dreigið úr því. Dreigið úr því, þannig að en auðvitað verið að skerða þarna lífeyrin og eins og þú segir réttilega að þeir sem eru búin að borga inn í lífeyrissjóðinn eins og ég og í allan þennan tíma við erum að borga inn í þessu örorku en það verið að taka af okkur núna því að réttindin eru endurreiknuð. Þannig að þetta svona það verið þannig að þú ert ábyrgur fyrir örorku einhvers í sama lífeyrissjóði. Já, ég borga það. Það bara einhver kaka til skiptana, þessi 100 eins og er í samfélaginu, það bara önnur 100 í lífeyrissjóðinu. Já, og ef að það hefði farið í gegn núna eins og stóð til, þá hefði ég verið að fá núna 4,5% lægri lífeyrir síðan 2011 sem var það var ígildi sem sagt örorku framlagsins og ég man það þegar við vorum þá var ég í stjórnin og það var ákveðið að vera með þetta fyrir utan samtrygginguna af því það treysti enginn að pólitíkin myndi ekki taka þetta af í framtíðinni eins og komið á daginn. En síðan eitt í viðbót eins og ég segi aftur að örorkubyrðin hjá öðrum heldur en erfiðisvinnu lífeyrissjóðunum að aukast gríðarlega, til dæmis eins og í VR. Og þetta kemur ekki bara fram í örorkunni eða örorkubyrðinni, jafnvel í sjóðum bara eins og í lífeyrissjóðum eða öðrum sjóðum hjá verkalýðshreyfingunni eins og sjúkrasjóðum, til dæmis bara hjá sjúkrasjóðum í lífeyrissjóðum ríkisstarfsmanna, þá búið að skerða þar alls konar hluti út af því hvað örorkan, út af kulnun og fleiri, orðið þung. Og það til dæmis bara, ég komst að því einhvern tíðan fyrir 1-2 árum síðan, að hér í den þá fekk maður einhvern styrkaldi að maður keypti gleraugu, það eru sögunni. Það bara, sjóðunir að tæmast út af þessari miklu aukningu í eins og ég segi, andlegum vandamálum. En þú þekkir virk, það ég skynja þannig, það að gera mikið gagn í þessu sem að það er náttúrulega það sem var náttúrulega þegar virk var sett á koppið var náttúrulega svakalega mikið framfara spor af því að við vorum ekki með neitt til að grípa fólk ef það datt út á vinnumarkaði og ég man alltaf eftir í þetta leiti sem að virk var að fara á koppin og þá voru við að koma, þá var verið að halda svona ráðstefnur og erlendi sérfræðingar, Kanada og Bretland og víða sem voru svona sérfræðingar í þessu. Ég man alltaf eftir því að það var kanadískur sérfræðingur sem þótti eitthvað rosalegur á heimsvísu að hann var að halda þarna og hann sagði það er ekki um að 25% af fólki sem að búið að vera lengur en 10 mánuða frá vinnu sem kemur tilbaka. Það bara og það var þetta sem að virka að gera það að grípa fólk og reyna að koma í virkni aftur þaðan kemur orðið Þannig ekki þannig, það fólk sem fer í það úrræði það vill fara aftur út á vinnumarkaði. Já, það vilja allir fara að vinna Ég meina það er auðvitað bara tilgangur með því að fara þar í gegn ekki bara að ná tökum sjálfur á þeim vanda sem að kemur mann í þessu stöðu þetta auðvitað stefna eins og komið segja allir á það að komast aftur á vinnumarkaði en síðan hvað gerist, ég meina það getur verið ýmsar fleiri hindranir á veginum. Ég man eftir því á einhverju tíma, ekki við svo löngu, rétt áður en ég fór út á þinginu, að þá einmitt lengdu við þann tíma sem heitir sem fyrir þá sem í virkniúrræðum. Við lengdum þann tíma ef maður rétt alveg upp í 5 ár. Vandinn er sá að það tekur stundum svolítið langan tíma bara að komast þarna að. Það getur verið hindrun sem að lengir þetta. En síðan, svo ég hendi... Allstað biðlistar. Svo ég hendi öðrum vinkli inn í þessu umræðu. Á sínu tíma einmitt þannig 2016 þegar við erum að fara við þessi réttindamál í þessari nefnd og öryrkjarnir sögðu nei, við viljum ekki fá starfsgetumat. Og sögðu ýmsar skillingssögur af því hvernig það hefði virkað í öðrum löndum. Málið var hins vegar það að þá var þetta einfalt sagt þannig ef þú varst metin minna en 75% öryrki þá fékkstu nánast ekki neitt. Fólk með örorkumat er ekki virk. En það sem vantaði inn í þessa umræðu þá og vantar enn er það að ef þú ert metin með 50% starfsgetu, gefum okkur það,
þá eru engin 50% störf endilega á lausu. Nei. Og menn hafa farið út í þetta í öðrum löndum, til dæmis í Þýskalandi, í vissum ríkjum Ameríku, að skuldbinda opinbera aðila til að hafa á boðstólum einhverja ákveðna prósent af störfum, hlutastörfum, og til dæmis bara eins og í Ameríku þá þetta nú hugsað fyrir menn sem hafa voru fyrir stríðskaða til dæmis, sem við nú sem betur fyrir ekki með. En þar voru menn, eins og ég segi, þeir bara sögðu, ríki skuldbindu til sér til þess að hafa hlutastörf til reiðu fyrir þá sem hafa ekki fulla starfsgetu upp að einhverju marki. Og ég held satt að segja að þetta sé eitthvað sem við þurfum að gera. Vegna þess að eins og Guðmund bendi hérna rétt á, þú veist, 25% koma tilbaka til 10 mánuði. Og þetta er náttúrulega út af því, fólk er einangrast og því er bara kipt úr sambandi. Þetta eru ömurlega líðan og ömurlegar aðstæður. Þannig að auðvitað þurfum við náttúrulega að tryggja fólki það að það geti verið virt eins lengi eins og hægt er og bara til þess að smellin hérna smá pólitískum áróðri að þá erum við með stefnu í Miðflokknum sem heitir frá starfslokum til æviloka þar sem að æviskeiðunum, það er að segja árunum eftir starf er skipt í 5 ára tímabil og það eru mismunandi úrræði og athafnir sem fara þar fram alveg fram að síðustu stund. Þannig að, og þetta er til dæmis eitt af því sem að við höfum litið til Danmerku til að efla virkni og svo framvegis, að því það er líka eitt gáðið að því, það eru stéttir hérna á Íslandi sem að því við erum með sveigjanlega starfslokatíma og það er ekki allir sem gera sér grein fyrir því. Við getum byrjað að taka ellilífeyri 65 ára og við getum haldið frestaði til 8 ára. En á sama tíma og við gerum þetta, þá erum við ekki með sveigjanlega starfslok. Ef þú ert ríkisstarfsmaður, þá hættir þú 70, punktur. Og ég er búin að halda, ég held að ég hafi borið fram 8 sinnum frumvarpum að hækka þetta upp í 73 ár fyrir þá sem það kæra sig um. Og af því að aðrir, þeir 67 ár eru aðal mörkin. En það er fullt af fyrirtæki sem betur fer á almennamarkaðnum, það er ekki hægt að setja kannski lög um það nema þá í samráði við þann markað sem hafa verið að ráða fólk sem er komið efri ár heldur en þetta og ég nefni alltaf eina tegund af fólki sem hefur verið að vinna lengur og gerir opbúslegt gagn að það er í byggingavöruverslunum. Þú ferð og hittir gamlan málara eða gamlan trésmið og fyrir einhvern svona aula eins og mig sem kann ekki neitt og veit ekki neitt að þá er það náttúrulega bara ómetanlegt að ganga svoleiðis reynslu og það er svo mikið sóun fyrir okkur ég tók nú alltaf eiginlega það sem ítti mér fram að þessu að gera þetta og leggja þetta fram þetta var gert núna fyrir 3 árum Willum Þór laði þetta fram fyrir heilbrigðisstarfsfólk að því ríkið var komið upp í vandræðum heilbrigðisstarfsfólki og það fannst mér vera bara skítaretting. Við áttum auðvitað að ganga frá þessu fyrir alla ríkisstarfsmenn sem það kjósa. Sjáðu bara háskólakennara. Hausinn stútfullur af þekkingu og við bara sendum þessa menn á gras, þú veist. Sól. Já, þetta er náttúrulega bara, og við getum að vera hérna að tala um þetta endalega, sem þetta virkum að gefa nú stjórnin og framkvæmdastjórninni, og svo aftur á móti, þú varst við þess að nefnd og svo kemur kerfið sem er ekkert að vinna með þessu og vinnur raun og veru á móti og það var svo skrítið, það verðist ekki vera hægt að framkalla neina breytinga þó allir viti hversu vitlaust það er. Þannig að eins og með fólk sem er að reyna kannski og hefur á að fara út á vinnumarkaðinn, þú veist, ef það er mistekst þá kannski er það bara bótalaust í heilt ár að því að dettur út á bótum og kemst ekki inn aftur og það er alls konar svona endalausar hindranir sem er bara common sense en það virðist ekki vera hægt að breyta þessu og það er eins og stundum eins og með þetta og eins og því ég kom fyrst inn í menntakerfi þarna þegar ég kom inn í 2008 og ég sagði Guð mér áhundi bara hendur sprengi þetta og sprengjum þetta og byrjum á nulli og það er eins með hitt kerfið að við erum först í einhverjum klöfum einhvern veginn og þó að allir sem við sitja við borði segja já, heyrðu svo vitlaust að það verður að breyta þessu en þá er ekki hægt að breyta þessu og svo skilur enginn á hverju ekki hægt að breyta þessu.
En mér langar bara hendin í sko mér finnst við tala svona notendur þessar þjónustu með svolítið einsleitum hætti. Það þetta margar ástæði fyrir því að fólk, það ekki bara einhver kulnun sko. Það getur verið ýmsir aðrir sjúkdómar sem að verða til þess að fólk fer út á vinnumarkað og þarf á þjónustu sem þessari halda til þess að komast aftur á vinnumarkað. Það bara svona Jú, það náttúrulega, þetta ekki þetta náttúrulega en bara þekkjandi margar notendur þessar þjónustu. Já, það alls konar ástæður og meiri segja að því vorum að tala um þetta, að tala um þetta að bara 2006 sko þegar lífeyris sjómanna var sett fórin í gildi og gildið var búin til sko, ég man þessar tölur ennþá, þá var sko örorkubyrðin á lífeyris sjómannas 36%, hún var jafn há og eftirlaunin, en lífeyris verslun, verkfræðingar var með 0,5% örorkubætur Þaðan náttúrulega kemur þetta framlag frá ríkjum til að jafna eða koma til móts við miklu örorkubyrði í einstökum sjóðum. Sem hægt núna, ekki? Jú, það er búið að breyta því, allavega skerða það mikið. En miðflokkurinn, hann bara annars stærsti flokkur landsins. Já. Það er verið það núna í 2 eða 3 könnunum. Já, það afskaplega ánægilegt. Og við erum náttúrulega afskaplega þakklátt fyrir þetta traust. En það náttúrulega bara ein skoðanakönnun sem við tökum mark á. Já. En samt þetta betri en ekki, sko. Já, þakka þér fyrir. Jú, mikið við tökum þessu fagnandi og það ánægilegt að málflutningurinn og staðfestan virðist vera að skila sér. Og þessi skynsemistefna sem við höfum verið að bera fram, að hún er að fá hljómgrunn. Og það ekki bara, sem betur fyrir, það ekki bara skoðanakannanirnar, ég meina, það streymir fólk í flokkinn og bara eins og ég segi, en við erum ekki búin að vinna neitt ennþá. Nei. Og ég meina, það alveg sama, sko, ef við tökum fótboltan, sko, ef þú ert í fyrsta sæti núna, tímabilið búið í maí, þá ert ekki búin að vinna neitt. Nei. Þannig að Nei, þetta samt horfum ánægilegt, mjög ánægilegt. Það verður náttúrulega mjög áhugavert að sjá sveitarstjórnarkosningarnir í vor. Það verða svona ákveðin, kannski ekki mæli hverði á fylgi flokka til þings, en það munur samt segja okkur svona hvað fólk að hugsa í dag, hvert það horfir með að fela sína hagsmuni, sko. Þannig að það verður mjög spennandi. Það er mjög gott fyrir það er mjög sko kærkomið að fá þá skoðanakönnun eins og maður segir núna í maí og sjá svona hvar til dæmis miðflokkurinn stattur og það er eftirspurn eftir því að við bjóðum fram mjög víð landið og við þurfum náttúrulega að svara því kalli og svo er það annað hitt að ef við tökum mark á því að við sjöum á þessum öldufaldi þá líti ég á þessu skyldu okkar að bjóða fram sem víðast og bara, þetta er bara svo Elvis sagði, það er nú eða aldrei. Það er eftirspurn. Það virðist vera sem betur fyrir. Já, það ég veit ekki hvað að segja, það er náttúrulega rosalega eitthvað svona, fólk eiginlega í svona okkur tómur. Ég labbið tóru daginn, þá einhvern veginn kom upp í huga mig, ég var að hugsa þetta Espens, skjölin hérna í Ameríku og kratarnir í Noregi og þú veist, og ég kom eitthvað að velta fyrir mér og svona, þá kom upp í huga mig, sko, maður hefur sína barnatrú og þegar maður var í skóla, þá lærið maður las maður biblíusögurnar sem maður kenna manni að vera góður, ekki að stela og ekki að ljúga og svona og svo hefur maður svona lifað með pólitík og svona sætt sig við það svona innan gæsalappa eða horta á það í mannkynssögunni að auka vinstrið og auka hægri hefur alltaf þurft að nota ofbeldi til að koma sínu sjónarmiðum að eða komast til valda sko og svo voru við með þessa góðu skandinavíska krata sem gerðu allt fyrir alla eða ætluðu að gera allt fyrir alla svo allt inni sittum við með núna á síðasta ári voru kosningar fyrir ári síðan þar sem að svona miðjan og kratarnir bara lugu hér upp í opið og almenningi vitandi það að þetta aldrei og gætu aldrei staðið við eitt eða neitt og maður er bara komin í svona hálfgerða bara einhverja kreppu og skilur og hvað á maður að bera niður þessu til ef kratarnir er líka allir vondir og skilur en þú lest bara knéfylgja kvið og sagði þú úr þeim fólki sem þú varst Já, ég bara horfði fram á það
sem þetta er yrði viðreisn. bara svona, já, þetta yrði bara svona eins og þetta var, ég meina, það ætti ekkert að vinna á common sense, ég meina, nákvæmlega sama eins og núna er komið Evrópuumræðina til að reyna að fela allt bullið og vittlisjónu stjórnleysi í efnahagsmálunum og meðal annars var ég hef nú verið fylgjandi því að við ættum að skoða faraðin í Evrópusambandið, en ég hef líka verið alltaf með þá skoðuna að við megum ekki fara á stað fyrir við erum búin að laga hér svo margt heima eins og vinnumarkaðin. Við förum ekki að taka upp evru og höldum svo áfram að vera að taka út hérna 10-15% launa kjarasamningar umfram getur efnahagslífsins. Það endi bara með atvinnuleysi og alls konar vesinni, skilur við, þannig að þetta er eiginlega orðið bara eitt alls er að bulla. Það vil enginn fara inn í einhverja svona málefnalega umræðu, finnst mér, og svo náttúrulega bara eins og kringum þessu útlendingamál og allt saman, það þorir enginn orðið að segja neitt, ef maður segir eitthvað þá maður lamið niður. Það þarf ekki einu svona að segja neitt til að vera lamið niður, sko. Ég hef lent í því líka. Það sem ég reyna að lýsa sér til, er nokkuð furða fólks í orðið hár rugglaðastil. Og svo kemur eitthvað, ég meina, ég var ekki trefan að Sigmundur Davíð þannig kom með skuldareiðriteringun afar að vitleysast sem hefur verið gert í efnahagsmálum hérna á Íslandi í mörg áratugi en það er margt gott á móti og svona en ég er bara eiginlega að verða hálf bara kjafstopp og það þú þekki mig nú og það er nú að verða helviti erfitt ef ég er kjafstopp í þessu pólitísku. Ég má fylgja hérna sessunuti mínum á Vinstri hönd aðeins eftir það sem ég er eiginlega sammála hvernig þetta hefur eiginlega þróast eftir síðustu kosningur og það sem við erum að horfa fram á núna. Við erum búin að horfa hérna á ríkisstjórn og forsætisráðherra sem tekur ábyrgð á flokki sem er með 3. óhæfa menntamálaráðherrann í embætti. Ég ætla bara að segja þetta hreint út. Sami forsætisráðherra er hagfræðimenntaður og nýtur virðingar sem slík í samfélaginu en er bara dús við það að þingmenn stjórnarflokkana gangi hér og segja að vextir sé orsök verðbólgu en ekki öfugt. Það verður að vera heil brú í því sem sagt er þegar fólk er búin að segja að reiða upp einhverju sleggju og reka verðbólgun og kaf. Já, og það vantar. Algjörlega, það er alltaf ekki samræmi í orðum og athöfnum. Það er mínum vandinn. Já, ég verð nú að byrja á því að leiðrétta þennan misskilning sessunauta mín svarðandi skuldaleiðréttinguna sem ég held að sé fastælasta aðgerð sem hefur verið farin í mjög langan tíma, jafnvel í lýðveldissögunni vegna þess að ég man eftir því á sínu tíma þegar við vorum að karpa þetta niður á þingi og menn sögðu þetta mun lenda hjá þeim sem eiga nógan pening og eru ríkir og eitthvað svoleiðis og þegar maður fór að skoða samsetninguna, það er að segja tekjurnar til dæmis sem lága bakvið þeim sem voru að fá þetta þá voru þetta heimilistekjur sem var gengið út frá og algengasti flokkur manna sem voru að fá þetta fór náttúrulega til því hvað skuldaði mikið og menn hafa sagt við mig, ég hef ekki neitt ég sagði, heppin varstu, þú hefur ekki skuldað neitt en þetta tekju við mig sem við vorum að tala ég man að ég lendi í orðanhyppingu við þáverandi formann Vinstri grænna sem að aftók þetta mál með öllu og sagði að það væri að vera auðvelda mönnum að auka auðsinn og ég sagði við hann, já, ok staðan þetta var nefnilega svo að þetta lendi svona vel flest hjá til dæmis 2 BSIB félögum sem héldu heimili og ég sagði það ef að menn sæi eftir því að það fólk eignaðist peninga þá er þið bara að vera svo en málega það að þessi aðgerð hún hafði alls konar afleiðingar og það er til dæmis eitt af því að ég er búin að vera að sökkva mér ansi mikið niður í málefni fólk sem misti eigur sínar í hruninu og hvað var illa farið með það eftir hrun það eru dæmi úr þeim hópi það að þó að fólk var búið að missa íbúðina sína þá hafði það verið skráð fyrir íbúð á tímanum sem leiðréttingin tók til og það fekk leiðréttingu þess vegna og að ég er búin að tala við fullt af þessu fólki ég þekki þetta fólk sem að þarna fekk peninga allt í hennu og þetta voru náttúrulega ekki rosalega upphæðir á hvern og einn þetta voru ekki 100 milljónir eins og í leiðréttingunni þar á undan ekki 100 milljónir á húshald
En það voru svona dæmi það að fólk sem hafði mist sínar íbúðareignir í hruninu, það komst á fætur aftur og notaði það sem það fekk út úr skuldaleiðutryggingunni sem innborgun inn á íbúð aftur. Og gáði nú að því að þessir 10.000 sem mistu heimili sín bara út af íbúðalánasjóði, þeir eru vel flestir núna að leigja Ölmu til dæmis. Já. Og hvaðan fekk Alma þessar íbúðir sem þeir eru að leigja út? Að stórum hluta frá þessu sama fólki. Þannig að fólk, þetta svona eins og að sko vera í ofbeldissambandi og neyðast til þess að ganga undir skyldur við kvalara sinn aftur. Og margt af þessu fólki á ekki möguleika nokkuð tíma að komast í eigin íbúð aftur. Og við gerum ekkert í þessu, ekki neitt. Nei. Ég meina, 23. janúar 1973 mistu 5.000 manns heimili sín. Hvað gerðum við? Við byggðum yfir þau, hjálpuðum þeim á allan hátt í Vestmannaeyjum. Þegar þessi 10.000 voru rekin að heimili sínum á árunum 2009-19, við lyftum ekki hendi. Gerum ekki neitt. Og svo aftur náttúrulega í Grindavík. Akkurat. Ég var nú kannski að meina að þessi peningar átt að fara þangað, sko, en ekki. En ok. Já, þetta alveg rétt, þetta var skelfilegt. Þá var ég miklu samband við Jón Danielsson, hinn ágæta prófessor í London, og hann sagði alltaf það versta sem verður gert, eða getur orðið, það er það að fólk verið rakið að heiman. Hann sagði sko, þá koma félagslegu vandamál. Skólaskiptin og allt þetta og vina, flutt frá vinu sínum og annað, og það verður erfitt mál sem það hefur orðið. Get ég hent þá inn svona bara hugmynd hérna sko? Ég veit ekki að þetta er nú reynslubolta þáttur sko, þó ég sé nú kannski krakkin hérna í settinu. En sko, ég held að við getum, ég vona að þið séu kannski ekki alveg ósamál mér allavega, en það er svona polariseringi þjóðfræðin hefur aukið svolítið. Getur verið að svona félagslega undiralda sem skapast að þessu hafi ítt undir þetta? Það getur verið. Bara. Já, akkur ekki. Jú, það er náttúrulega, sko, eins og ég var að reyna einhvern veginn að höndla þetta áðan með þetta svona, það er náttúrulega myndast, það er rosalega misskipting í samfélaginu. Já, þetta er hlutin henni kannski. Það er búið að náttúrulega koma alveg skífulegur auður út úr sjávaröldunum, menn er búin að selja eignirnar okkar og það eru alls konar fyrirtæki sem menn eru að selja og það er að myndast svona mikið stjætta bara skipting eða ójöfnuður og auðvitað verður þá mikil óánægja og sérstaklega þeim sem er alltaf verið að þrengja af og eins og Þorsteinn segja, ég meina hvort sem hann líkara betur en vel og þá til dæmis ef við tökum dæmi við verðum að tala um verðtryggingur og verðtryggð lán. Það er kynslóðin mín og nú er ég 69 ára þessu ári. Við erum eiginlega búin að vera með verðtryggingu síðan ég kom á vinnumarkaðinn, hún kemur 79. Núna í dag er flest fólk sem hefur svona bara þokkalega farið í gegnum lífið að verða skuldlaust og á sínar eignir en búin að vera verðtryggð lán. En svo er einhvern veginn núna bara, maður skilur ekki umræðina, helst má ekki lána nefn með 20 ára til ár, 20-25 ára og það á að vera á þessum okur vöxtum sem við erum í samfélaginu og þá finnst bara mönnum allt í lagi að einhver fjölskylda sem er á endalösu hrakkólum borgið 350.000 í leigu á mánuði í óöryggi í staðan fyrir að hún fái bara að taka 40 ára verðtryggt lán eins og við þurfum að lifa með í handónundu íslensku hagkerfi. Hún kemst í 3 herbergja íbúðina sína í öryggi, hún getur lifa með sjálfsvirðingur í lagi og borga kannski 120 skall á mánuði af verðtryggingarláninu meðan við erum ekki með hagkerfi í lagi. Það okkur má þetta ekki eins og er búið að vera að virka í 40 ár fyrir okkur hérna, hvort sem okkur finnst þetta gott eða von, en þetta virkaði allavega. En þá viljum við frekar hafa þetta þannig að hér sé fólk þvinga út af leigumarkaði sem getur ekki, það getur alltaf keypt í matinn þegar búið að borga leiguna. Í stað við höfum þá þennan helvitis gamla möguleika sem að hjálpaði mörgum að vera með sjálfsvinningur lægi og öruggt húsnæði á sínu nafni og borga bara 120, ég skil þetta ekki. Geta verið með börni sín í sama skóla ár eftir ár. Já, vel gert. Nei, ég skil þetta ekki, Ég skal viðurkenna það að ég er rosalega klofin í þessu máli. Árið 2013 þá var ég í öðrum flokki og þá vorum við að predika það að afleggja verðtryggingu. Og vegna þess að, ef við horfum á þetta, nú skils mér að fyrstu kaupa aldur
á fasteignum, hann hefur farið upp. Í gamla daga byrjaði hann upp á 20 og það var flutt inn á steinin alveg sem maður var alveg uppið. Það var eitt herbergi með hurð og það var baðið, restir var bara með tjaldi, en nú þetta ekki svoleiðis. En málið þetta, þar sem ekki hefur breyst það, að þú segir kannski við 30 mannesku sem að fara í fyrsta skipti að kaupa sér íbúð og það eru góðar ástæður fyrir því að fyrstu kaupa aldurinn komin upp, fólk að mennta sig meira og svo framvegis, mjög gott. En þú segir við 30 mannesku, ég ætla að lána þér lán til 40 ára. Þú borgar það 4 sinnum á þessum tíma og þegar þú ert búin að borga það, þá ferðu á eftirlaun. Þá ertu 70. Og mér finnst ennþá dálítið hart að ein kynslóð í viðbót eigi að búa við þetta. Og ég skal segja ykkur prívat, við hjónin keyptum hús á einhverjum tíma, 25 ára láni, sem við erum nýbúin að borga upp. Og við borguðum það náttúrulega 2,5 sinni og ég man alltaf eftir því að þetta voru 398 afborgarir ef maður rétt. Og einhvern tíman svona í miðjunni þegar það var búið að borga 200 í hverju mánuði, skilvíslega, og ég fer aðeins að horfa á þetta, þá var lánið orðið 1 milljón kall hærra heldur en þegar við tókum það. Afborgurinn af mánuði voru orðið 3-fold. Og ég man eftir því að ég hringdi í félaga minn sem var að vinna í þessu og ég sagði, heyrðu, er þetta bara svona? Verður þetta bara svona? Og hann sendi mér reiknivél og ég fór að horfa á þetta og það kom allt saman heim og saman sem hann benti á að það ekki fyrir hann að voru, þetta á 25 ára lánin sem ég segi, og það var svona þegar 7 ár voru eftir á láninu þá fór aðeins að sjá að því en mest síðustu 3 árin sjá að því. Og þá eins og ég segi var maður búin að borga 2,5 sinni. Það sem hins vegar ef þú ætlar að aftaka þetta algjörlega, þá held ég, þetta prívatskoðun, þá held ég að þú verðir að fastsetja hámarksvexti á íbúðalánum, óverðtryggðum. Þú verður að segja, það má ekki vera hærri vextir á íbúðalánum heldur en 6% eða 5% eða eitthvað. Og þá verður pólitíkin að þvinga hagkerfið með einhverju móti inn í þennan veruleika. Ef að þessi vextir verða undir verðlagi, bara tough shit, þá borga bankarnir einu sinni. En ég held að það verði ekki gert með einu sinni. Vegna þess að ég held að muni allir fari það að ef þetta er gert, að klemma þetta inn. En ég held að sé ekki að gera þetta, nú er boðið ykkur sleggja inn en þá áramótin. Ég er ekki viss að þetta verði til gæfu með þannig að ég segi, ég er dálítið klofin. Mér langar nú bara að henda hérna inn, við sitjum hérna og tölum eins og það sé bara komin hregar uppgjöf fyrir því að þetta 2,5% verðbólgumarkmið sé yfirleitt nokkuð sem nokkuð maður er að stefna að í alvöru nema mögulega frændi minn í Seðlabankanum sem allir skammast út í hvert skipti sem hann tilkynni vexti. En meðan að ríkisfjármálin er eins og þau hafa verið undanfarin ár með botlausum hallarekstri, þá lækkar ekki verðbólgan og þar að leiðandi viðhelst þetta ástand sem að Þorsteinn er að lýsa hérna. En ef að menn tækju höndu samanum og tækju til í efnahagsmálum eins og Guðmundur er að tala og gæmu verðbólgunni niður með því, það kostar, það verður einhver fyrir því. Þá náttúrulega er ekki sama pressan á að fólk sé að borga lánin sín 4-5 sinnum út af þessu. En má ég þá grípa þennan? Já, sjálfsög, ég verður bara að spjalla. Af því að nú ætla ég að koma inn á sameiginlegt áhugamál okkar. Kannski ógjafan okkar í mjög mörgu efnahagslegu tilliti er fyrirferð lífeyrissjóðanna hér á markaði. Og þeir eru með meira vægi hér á markaði heldur en olíusjóðurinn í Noregi. Og þeir hentu honum úr landi bara eittur og bingo á sínu tíma. Málið er það sem ég ætla að koma núna er það að lífeyrissjóðirnir sem slíkir, þeir eru að selja okkur olíu og mat og rafmagn og allan fjandann og þeir eru ekki að slá af þar og menn koma hérna núna og ég færi þetta í tal við þá félaga sem ég á í verkalýðshreyfingunni og ég segi, hvað er að ykkur? Lífeyrissjóðirnir eiga þessi fyrirtæki, af hverju beitið ekki stjórnarmönnunum í fyrirtækjunum? Og svo koma þessi menn núna sem stjórna til dæmis mataladreifingafyrirtækjunum og þeir eru allir með afkomu viðvörun og 3 mánaða fresti.
En það ekki út af því að þeir séu að hækka framlegð, þó það komið fram í reikningunni á þeim, það út af innlendri hækkun á verðbólgu. Og það kom einn núna, og ég áreindar eftir að koma þessu frá mér á pappír, sem gengur efrilega, sem kom fram núna tvisvar, hann stjórnar hagkaup, eða högum. Hann kom fram tvisvar í vor og sumar. Og hann bara skildi ekkert í þessu, þetta var bara svo rífandi gangur hjá honum og mikill hagnaður, ekki út af því að þeir verið að hækka neitt. En hann sagði að það hefur búin að vera hækkanir frá byrgjum. Og þá segir maður sem stjórnar högum, hann verður að segja okkur hvaða byrgjar þetta eru. Vegna þess að 3 stærstu byrgjar haga eru aðföng, banánar og ferskar kjötur sem eru merkilegt nokkuð í eigu haga. Þannig að ef einhverjir aðrir byrgjar að hækka, þá þarf að benda á þá. Og það er yfirleitt, þegar þessi kallar taka til máls, þá byrjar að benda á kjöt og mjólk. Alveg ítrekkað og hérna kemur nú það þessu sameiginlega. En ég held að séu hvað, eru 5 ár síðan, þú leiðréttir mig, eru 5 ár síðan að verði bænda fyrir sauðfjárafurðir var lækkað í eina sláturtíð 35% og 10% til viðbóta næsta ára eftir. Það eru hækkað aftur. Ég veit það, Já. En þetta var gert með einu perrasegi Já. og ég man eftir því, ég var á þinginu og ég sagði við fólk, hvað myndi þið gera ef launatekkin ykkar myndi lækka 35% bara í einu mánuði ársins, bara kæmi launiðin að lækka 35% frá núna og bara fyrir sjálega framtíð. Ég meina, hvernig myndum við taka þessu? Og erum við eitthvað hissa því að menn reyna að vinna þetta tilbaka. Ég hins vegar, og ég ætla að segja þetta endur einu af einu sinni, viðst að hér fulltrúið frá landbúnaðar framleiðslu á Íslandi. Ég búin að ráðleggja mánum það í 20 ár held ég, fyrir dauðum erum, að setja bara eina auglýsingu, núna skjáauglýsingu, því að það allir hættir að lesa prentmiðla, með mynd af einu lambalæri og setja þessu bara skiptinguna. Hvað fær bóndinn, hvað fær afurðastöðin, hvað fær verslunin, hvað fær ríkið. Það er að gera það sama með eitt mjólkurglas. En að því að menn skilji ekki, skiljanlega, almenningu skiljur ekki, það fara milljarðar í þetta kerfi. Og það eru menn sem segja að við höfum bara afleggja þessar niðurgreiðslur hérna. Þetta er algjört bull. Það tók mig mörg ár að komast að því hvað Evrópusambandið styrkti landbúnaðinn sinn mikið. Þessar tölur lágu ekkert fyrir. Og ég komst að einni tölu, og nú veit ég leiðréttur ef hún er röng, fyrir nokkrum mánuðum síðan, tekka fram. Hún var 83 milljarðar dollara. Og það var bara það sem sambandið sjálft var að gera. Já, við náttúrulega getum ekkert séð hvað það er mikið per bóndar. Þetta er bara hátala. Það er alveg ótrúlega margir bændur og bændur. Það er nefnilega að fela þetta. Af því þetta er í einhverjum svona styrkjum til ræktunar, þetta er í styrkjum til þess að vera ekki með búskap. En hérna er þetta þannig að menn sjá bara að geta allir flett upp í fjárlögunum. Þú veist, mjólkurbændur fá X. Og svo kemur náttúrulega að því að upplýsingar eru svo til reiðu. Við erum að framleiða svona marga lítra mjólk á ári. Og menn bara fari hérna í síman og reikna út. Aha, ég er að borga hérna 100 kall eða 50 kall eða hvað það vera því ég hef ekki kannað þetta núna nýlega með hverju mjólkulítra. Þú veist. Og þetta er, eins og ég segi aftur, þetta er ógjafan okkar. Að menn geti bent á þetta svona. Þú veist, í staðin fyrir það að taka, sko, þetta er jú 20.000 manna, leiðréttir mig aftur, þetta er 20.000 manna atvinnugrein, landbúnaður með öllum fylgifiskum. Ég hef ekki tölun afleitum störfum, sko. Afleitum störfum til, já, það er auðvitað mörg þúsund, sko. En svo kemur inn á þetta sem þú varst að tala áðan að þegar þú ert að bolva lífeyrissjóðana fyrir að eiga í þessu, sko, að því við erum að tala þessu verðbólgu, vaxtamál og annars slíkt og það er náttúrulega hluti af til dæmis með svona lengdu gjaldeyrishöftunum sem eru að lífeyrissjóðunar okkar þyrftu bara að vera með svona 85% af sínu fyrir utan hagkerfið, en nota bene, það er ekki hægt að gera það, því þá fari krónan bara gjörsamlega á hliðina, verðbólgan upp og vextir upp og gambam, við erum í rosalegu svona spennitreyju með alla þessa hluti og svo kemur þetta sem er náttúrulega bara fyrir alla skynsama einstaklinga að hlusta það að bæði fyrirverandi formaður minn og forsætisráðherra nú að eins og var gert fyrir síðustu alþingiskosningar að halda það með öll þessi flóknu vandamál sem við erum bara rétt að taka eitt og eitt hérna, að það sé að koma bara með eina sleggju og lemja þetta niður. Er fólk bara fíbl
ég spyr sko, að trúa þessu? Eða er þetta bara einhverja væntingar eitthvað betra heldur við höfum í dag? Eða, þetta er mjög gott sem Guðmundur að segja og mér langar bara að bæta, mér finnst ekki nóg mikið talað um lífeyrissjóði, mennum finnst gaman sko að henda einhverjum kortum í það og merkja það sem djöfla og ég meina bestu bara fyrir því áður svo tökum við, sko, það eru 3 bestu lífeyrissjóði heimi að mínu viti, það eru hollenski, danski og íslenski. Hollendingar, sko, olíusjóðurinn norski er náttúrulega allir fyrir utan, hollendingar er með 80% af sínum lífeyrissjóð fyrir utan, Danir með 75 til 80, ég veit ekki hvað það er stætt núna, þannig að þeir eru að forða það þessi peninga. Við sittum ofta uppi með þetta og eins og núna í dag, eins og lífeyriskerfið er að vaksa hérna bara í fjórðaveldi, hvað á að kaupa með? Það er náttúrulega lagaskyldur, lagðar á launþega og vinnuveitendur að borga þessa sjóði og það er verið að auka það með hækkandi meðalaldri og örorku og öllu þessu til þess að það sé hægt að standa undir þessu kerfi og þá er þetta fitna sjóðin, þeir fitna ekki af einhverju. Það er fyrst og fremst þess vegna og einhvers staðar verður áast þessa peninga því að við sem erum að fara á eftirlaun, við gerum þetta kröfum það að fá það tilbaka og geta lifað af því. Að sjálfsögðu ég verið í stjórn á lífeyrissjóði og fulltrúaráðum og öllum mögulega og Guðmundur örugglega líka. Ég veit ekki með þig Þorsteinn, kannski hefur þú gert það líka, en sem sagt, það eru ríkar skyldur og síðan er þetta bara mjög mismunandi á milli sjóða. Hvað er að fjárfesta mikið til dæmis erlendis og þetta fer allt eftir því. Það er náttúrulega samkvæmt lögum, þeir mega ekki nema bara. Já, en sko að hámarki það náttúrulega, en að því frá gengnu þá er náttúrulega mjög mismunandi eftir því hvernig þeirra skuldbindingar eru, hvenær þær falla á gjalddaga og hver áherslunar og áhættu sæknin er og svo framvegis. Þannig að það er mjög margt sem að spila hérna saman. Þetta er enda búið að hækka þetta hlutfall. Já, það er búið komið við 45 núna eða 50. Ég held að Vaffer sé upp undir því. Svona þegar ég var á þingi til dæmis þá lagði ég mig fram um það að hitta fólk í fyrirtækjum sérstaklega sem voru svona hvað ég segja í nýsköpun eða tækni og þá til dæmis komst ég að því hvað stærsta renniverkstæði á Íslandi er. Veistu hvað það er? Ætli það sé ekki Össur? Sko minn, þú ert líklega fyrsti maður sem getur svarað þessu í fyrstu atrinu sem ég hef hört. En auðvitað blasir þetta við þegar það er búið að segja manni. Hver annar þetta hafa getað? Þess að spurði ég. En málega þetta að þið vitið hverjir eru stærstu eigendur í Össuri. Það eru danski lífeyrissjóðir. Af hverju? Að því íslensku lífeyrissjóðum var boðið að kaupa í Össuri þegar Össur fór á markað. En þeir svo neinin við erum að kaupa í bönkunum og flugleiðum og einhverju svona og þannig það gekk ekki. Nákvæmlega sama og gerðist á sínum tíma og þetta veit ég að rétt. Þegar HS Orka á sínu tíma var seld eða hlutur Reykjanesbæjar þá veit ég að menn gengur sko maður undir mannshönd að biðja lífeyrissjóðina þetta var hætti trön 2009 líklega að biðja lífeyrissjóðina að fjárfesta í þessu fyrirtæki þessu nei við erum að fjárfesta í flugleiðum og einhverju svona heyrðu 8 mánuðum setna þá keyptu þeir eitthvað í HS Orku af Kanadamannunum sem keypti HS Orku gegnum skúfufyrirtæki í Svíþjóð. En þeir gátu ekki gert þetta beint af ríkinu og þá segir maður líka, sko, ég veit að til dæmis olíusjóðurinn, hann er með siðareglur það, þú veist, í hverju hann kaupir og svo framvegis. Þannig að, sko, ef maður horfir á allt þetta, þú veist, þá segir maður býtu, hvar væri skynsamlegast að fjárfesta? Og nú er þetta orðið þannig og ég segi góðu heili að nú eru lífeyrissjóðirnir fattir að fjárfesta verulega í sjávarútvegsfyrirtækjum. Þeir fóru reyndar illa út úr því í fyrra því að þegar veiðigjaldaumræðan og nýja frumvarpið var samþykkt þá töpuðust einhverjir 35 milljarðar á einu degi ef maður rétt út úr kerfinu og að því að menn eru að tala um þessa sægreifa sko, sem allir eru og svo framvegis. Ég held að séu 11.000 hlutafar í síldarvillunni, minni mig. Já, það eru margir. Já, og býtu, hvað á þá að gera þessa 11.000 sægreifa? Þú veist, þetta er ekki orðið svona klipt og skorið. Nei, það er ekki eins og það var, sko. Þannig að menn þurfa aðeins að passa sig. Ef að ég á eitthvað lítið hlut í síldarvillunni þá líti ekki á mig sem sægreifa, en það eru aftur móti í Sameri, Brimi og við getum við farið sko sem eru virkilega Vestmannaeyjum og sem eru Já, eða með lífeyrissjóð sem á
dálítið góðan hlut í svona fyrirtæki, þá ertu komið 1000 mannar þar á bakvið líka sem hafa Já, hagsmuna því en- hvernig það gengur. 35% Gleymum því En Sigurún er ekki sægrifi fyrir það, þó að lífeyrissjóðurinn minni í ykkur. Nei, en ég er að segja, þú veist, það þýr ekki að stimpla hann hóp sem einhvern Við einsleika. náttúrulega erum að tala náttúrulega kannski meira og meira sko, þegar við erum að tala þetta, það er þetta fólk sem búið að selja svo út úr greininni, Silli, og er bara að leika sem er Já, ég skil peningana, alveg hvað. það sé nú aðalega, sko, Það er kannski vestutan. Þar er verst- En við erum bara búið með tíman okkar. Já, það er bara, Það hann býða flýgur. fleiri gestir í húsinu. Guðmundur, Erna og Þorsteinn, takk fyrir komuna. Takk Takk fyrir. kærlega fyrir okkur. Og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is